Velkomin í föstudagsþáttinn. Ég komi með rauðsmára í vasann og ekkert af vanbúnaði. Fyrstu gestirnir eru komnir, hjartanlega velkomin, Eyjólfur, Björk og Steinunn. Þið eruð á leiðinni á Siglufjörð á þjóðlagahátíð. Takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma við hjá okkur. Segðu mér aðeins frá hljómsveitinni ykkar. Hún heitir hvað? Já. Segja öllum nöfnin hennar. Já, Steina, þú ert eiginlega höfundur að öllum, þannig að... Já, það var allavega Ustli. Ustli. Sem sagt þjóðlaga Ustli. Já. Já. Svolítið eins og kynusli, ég hef svolítið verið í því, sko. Nákvæmlega. Já. Þetta er þjóðlaga Ustli. Já. Með 2 S-um. Já. Svo er bændur og barónessur. Já. Eða kannski bóndinn og barónessurnar. Er einhver bóndi á meðal ykkar? Já. Já, ég er svona að daðra við bóndan í mér. Já. Til þess að vera í gúmmítúttum. Komin í gúmmítúttur, lístu vel að þér. Það er góð ástæða til. Já. Ég var nú að vinna í grænmetisbúskap í vor í Frakklandi. Ég var ekki bóndi, ég var vinnumaður í sveit. Já. Veitu, svo var hérna Þorskatríóið, eða Barokkþorskurinn. Já, Þorskatríó fættist bara núna hérna í rétt áðan. stúdíónu. Ég var vitni að því. Já, en svo náttúrulega þetta fína nafn sem við vorum með hérna fyrir árið síðan, það er Gatus Morhua, eða ekki? Þetta þurfum við að útskýra fyrir mér. Það er sko þorskur á latínu. Já, þetta er Þið eru hrifin af þorska Það er þennan. svo fínt að heita eitthvað á latínu, þannig að við vildum gera það líka. Já, þorskurinn er tilkominn vegna þess að hann er svona mjög þjóðlegur en líka alþjóðlegur. Já. Og dýrmætt útflutningsvara. Já, Ef við viljum verða fræg í útlöndum, þá er gott að vera svona Gott að tengja sig við þorskinn. Já, akkurat. Það er náttúrulega, þú veist, allir sannir Íslendingar eru að stefna á heimsfrægð. Já. Hausinn En á þjóðlagahátíðinni þá heitið í dagskráni Baðstofu Barokk. Það er nú líka fallegt nafn. Já. Það er mjög smúkt. Þið eru að vinna með það líka. Já, það er svona, kannski svona útgangspunkturinn hjá okkur vegna þess að við erum að blanda saman svona íslenskri þjóðmenningu, íslenskri tónlist og evrópskri hámenningu. Já. Og það er Steina sem er kannski sérstakur fulltrúi hennar. Já. Hún spilar á barokkseló. Já. Þið eru nú samt alveg líka fulltrúar hennar. Svo þið viljið láta einhvern veginn öðruvísi. Jú, kannski. Undir niðri. Og líka þetta er nú allt samt vinnað. Já. En nú eru þið sko, þú ert í Hollandi það ekki, alla jafna? Já. Og hvar býr þú, Steina? Ég bý í Frakklandi. Þú býr í Frakklandi og ert þú hérna á Íslandi, Eyjólfur, eða? Ég er nýfluttur heim. Hvernig gengur að æfa bandið? Við æfum alltaf á Skype. Já. Er það hægt? Nei, því miður. Ég reyndi. Ég sendi tölvupóst En ég er nefnilega fulltrúi íslenskar fornmenningar af því ég neita að vera á Skype. Já. Það komir, ég komst að þessum daginn, hérna, við höfum svo lítinn tíma til að æfa og þetta er svona ekta alþjóðlegt band, allir í sitt hvoru landinu. Þannig að ég lagði til, við bara höfum Skype-fund og ákveðum þetta á Skype, svo hittust við á æfum og það voru ekkert mál að æfa. En þá kom póstuð tilbaka. Ég er með fóbíu fyrir Skype, ég hitti ykkur ekki á Skype. Ég skrifa ekki að vera með fóbíu, ég er ekki með Þannig að þið fóbíu. þurftu bara að hittast einhver staðar. Ég sagðist bara aldrei vera á Skype. Nei. Mjög gott. En er þið eitthvað Á búin ég að náði geta æft? tölvupóstinn. Hafið þið eitthvað geta æft fyrir þjóðlagahátíðina? Tónleikana sem eru núna bara á eftir? Já, við æfðum í gær við Steina Já. og svo kom söngdívan í morgun. Já. Og við höfum samt alveg heyrt og æft þegar hann bjó í Hollandi. Já, við erum þess að búin að æfa saman í Hollandi. Við kunnum þetta alveg. Já. Þetta er allt í lagi. Já. Þetta er ekki kærleys. Þetta er allt. Under control, eins og þeir segja á enska einhýra. En þú ert sumarstarfsmaður á þjóðlagasetrinu á Siglufirði. Jú. Hvernig líður þér í þessu gamla fallega húsi? Yndislega. Það ekki? Jú. Hét upphaflega Maðdömuhús þegar séra Bjarni bjó þar upp í risi, leigði af Maðdömu Margréti sem var ekkja Snorra Faktors og sérstaklega byggt fyrir þau hjónin en hún flutti bara í það einn. Og svo hét það Hafliðahús þegar Hafliði Guðmundsson var þar og bjó ásamt fjölskyldu sinni. Og mér skilst að húsið hafi alltaf síðan verið í eigu fjölskyldunar þangað til þjóðlagasetrið eignaðist það. Og það er yndislegt að vera í þessu húsi. Og það er opið í sumar og þess vegna ert þú þarna? Já. Að þjónusta gesti og gangandi og segja frá? Já, einmitt. Og svona teka á móti hópum og ferðamönnum og það er svona, kannski flesti gestir eru ferðamenn, en svo mjög skemmtilegt hvað eru margir Íslendingar sem koma og sérstaklega hópar. Og gaman að segja frá því hérna á þessari stöð að það var frábær hópur hérna frá Akureyri frá
sem sagt frá menntaskólanum Akureyri, það var 50 ára útskriftarafmælis hópur. Já, þegar þið voru að júbílera, auðvitað komið við á sig. Og þá lærði ég þessa merkilegu hefð hér, að hvað Þau mála bæinn rauðan hverju ári. Já, og halda síðan hópinn. Og ég sem sagt spilaði fyrir þau á spilin og líka fiðluna, það íslensk fiðla þarna líka sem ég spila á. Og þjóðlega hátíð, Siglufjörður undirlegar, það ekki bara þjóðlega hátíð, það líka strandmenningarhátíð núna helgina, allt að gerast og ekki vegleg dagskrá þá á þjóðlega hátíðinni? Jú, hún bara verulega vegleg og spennandi. Mikil. Fjölbreytt. Og þetta út allt, eða fer þetta mikið fram í þjóðlegasetrinu, eða vitið hvernig það er? Nei, það eru einu tónleikarnir þeir sem við flytjum, það eru sem sagt á þjóðlegasetrinu, en svo í kirkjunni, það ekki? Jú, kirkjunni. Rauðku, Bátahúsinu á Síldarminjasafninu og svo á Segli 67 sem brugghús Siglufjarðar og það eitt fallegasta húsið á Siglufirði, finnst mér. Það þarf að segja það svo fallega gert upp og ekki skemmi fyrir hvað bjórinn góður. Segull 67. En svo langar mig í lokin að biðja þig aðeins að sýna okkur langspili sem þú komst með þér. Já. Geturðu aðeins gripið í það? Já, þetta og sagt frá, svona einhvers konar þetta er kannski svona síðasta þróunarstigið á langspilinu, þessi típa, því það er svona belgur hérna og ég held að þeir hafi verið að stæla gítarana og þessi hljóðfærin sem voru komin hérna í innbyltingunni. Nema hvað gömlu langspili voru svona bara kassi, svolítið eins og fiðlan. Og þetta smíðaði ég sjálfur þegar ég bjó í Hollandi hjá hljóðfærasmið í Utrecht. Og það er talið að það hafi komið frá Noregi og þar heitir það Langleik og þar plokka með það og konur. Það er kannski hljómar einhvern veginn svona. En Íslendingar notuðu líka boga og eitt kannski frægasta ljóðið þar sem langspil kemur fyrir, það er Jólakvöld eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, þar sem hann segir nú skal leika á langspili veika og lífsins minnast í kveld, hjartanu orðna fyrir hljóma forna. Og hvað kemur svo? Eitthvað. Meðan boganum mínum ég veld. Þannig að þar minnist hann á bogan. Magna. Takk kærlega fyrir. Nú tíminn hlaupið frá okkur. Því miður, það verður greinilega að gera að drífa sig á Siglufjörð og fylgjast með öllu. Reyndar tónleikarnir ykkar verða búnir þegar þessi þáttur fyrir lofti. Þið getið náð okkur í Hafnarfirði. En svo eru tónleikar í Hafnarfirði. Hvenær? 11. ef ekki. 11. júlí. Já. Þá er þetta að ná baðstofu barokkinu í Hafnarfirði. Klukkan 8 og þeir sem eru á ferðalagi Austur-Frakkland geta líka náð okkur þar. Allir sem eru að horfa í Frakklandi. Já. Ekki sendt út á gerfinhnattadiski. Á Alsas 4. Þetta er frábært. Takk kærlega fyrir komin og góða skemmtun á Siglufirði. Takk fyrir okkur.